Gott kvöld og velkomin hingað í Hróttsalinn. Það gaman að sjá ykkur hér í kvöld og mörg ykkar hafi verið hér margar síðustu vikur og nú komið að enda. Þetta síðasta kvöldi og vonandi hafið þið bara notið þess og lært eitthvað nýtt. En Björgvin hér kominn og bjóðum hann velkominn og þökkum honum fyrir allt þetta. Komið öll blessuð og sæl og velkomin í þetta síðasta skipti. Og efnið í kvöld þessi mikla von sem að hinir kristnu hafa vegna orða Jesú Krists það að hann muni koma aftur og sækja börn sín frá öllum öldum og að hann muni þegar fram í sækir skapa nýjan himinn og nýja jörð og þá tekur við eilífðin og dauðinn ekki lengur til. Og þetta þessi mikla von sem að kristnir menn hafa átt og njóta þessa hafa átt í aldanna rás. En ferðinni heitið alla leið frá Íslandi og til örlítillar eyju í Miðjarðarhafi sem heitir Patmos. Og við hjónin erum svo heppin að hafa fengið að heimsækja þessa litlu eyju þar sem að Jóhannes postulinn var fangi á sínum efri árum en þar upplifði hann himneska hluti, getum við sagt, sem að gáfu honum ásamt þeim sem að hafa lesið óperubókina þessa miklu von eilíft líf og nýjan himinn og nýja jörð. Hér erum við stödd í tiltölulega lítilli borg sem heitir Kóra og þetta klaustur sem að ber nafn postulans Jóhannesar og hann alltaf kallaður guðfræðingurinn á grískum helgimyndum og það vel við hæfi því að hann hefur náttúrulega skrifað guðspjallið, Jóhannesar guðspjall og bréfin 3 og svo ópenubókina. Þannig að hann hefur skilað góðu ævistarfi. En það álitið að hann hafi verið tekinn til fanga á tímabili Dómitians keisara en hann var grimmur óþokki í raun og veru og var ekki nálægt í eins göfugur eins og bróðir hans Títus sem reyndar fór fyrir her Rómverja þegar að Jerúsalem var lögð í eyði. Þetta sem sagt bróðir Títusar. En hann eiginlega fyrsti keisarinn sem fer fram á það að vera ávarpaður sem Dominus et Deus, sem þýðir meistari og Guð. Og þetta átti eftir að elta keisarana svolítið, að alþýðan líti á þá sem Guð eða Guði og þeir fóru fram á tilbeiðslu og þeir fóru fram á að það eru ferðar fórnir, bæði reykelsisfórnir og aðrar fórnir til þess að tjá sem sagt dýrkun sína á keisaranum. Og þó svo hann hafi verið þekktastur sem tilbiðjandi Mínervu en hún var gyðja sem kom fullbúin úr höfði Júpiters
á sama hátt og Aþena, ef þú kannast við hana, gyðju Grikkja sem kom albúin úr höfði Seifs. En ég hef nú grun að hann hafi samt verið fyrst og fremst sóltilbiðjandi. Þegar þú sér hérna á skikkju hans hefur sólina og ég hef grun að Apollo hafi skipt hann miklu máli. Það sem við erum að segja með þessum orðum er það að það er sköpunin sem fer fram á það að hún sé tilbiðin, ekki skaparinn, heldur sköpunin, hvort sem það er sólin eða maðurinn, keisarinn eða eitthvað annað í náttúrunni. Og þetta hefur Guð leyft okkur mönnunum og gefið okkur fulla heimild til þess að hafna honum sem skapara og eltast við Guði í eigin mynd. Hversu gamall Jóhannes er orðinn á enni vitum við ekki, en hann er mjög sennilega kominn á tíræðisaldur. Hann er nefndur af þessum frumkirkjumönnum, ég ætla ekki að telja þá upp, en þeir telja að hann hafi verið farið með þessi fanga til Patmosar og þeir telja líka þessir frumkristnu höfundar sem eru á skjánum að hann hafi skrifað Óperubókina. Þannig að hann á mörg vitni frá samtíðinni sem að telja að hann hafi verið tekinn til fanga af Domitian, en Nerva sem líka verður keisari þótt stutt sé, eða Trajan, annarkur þeirra, hafi leyst hann úr ánauðinni og leyft honum að hverfa aftur til Efesus sem er á vesturströnd Tyrklands í dag og hann hafi fengið að eyða síðustu árum ævi sinnar í Efesus. En þessi tilbeiðsla á sköpunarverkinu í staðinn fyrir á skaparanum, hún hefur elt okkur mennina alveg frá því að Babel-turnin var byggður á sínum tíma. Og hérna höfum við turnin eins og hann mjög sennilega leit út þegar að Nebúkadnesar, konungur í Babylon, lét endurreisa hann. Og hann heitir á súmersku, en það sem heitir Írak í dag hét einu sinni Súmer. Og þetta orð þarna, etemenaki, nanki, það þýðir musterið sem er undirstaða himins og jarðar. Og þetta er þessi sígildi hroki hjá okkur mönnum. Við erum Guði æðri og þó við séum öll dauðleg og endum öll í, vil ekki að segja, sömu gröf, að þá teljum við okkur samt Guði meiri og að það sem að við stöndum fyrir, það er hornsteinn himins og jarðar. En turnin er ekki til lengur og heldur ekki Babylóníuríkið með öllum sínum guðum, það er allt horfið. Hér sjáum við annan svipaðan þreppíramída, en rústir hans eru mjög þekktar og það er bara eftir hlutin í raun og veru sem er horfinn, en þetta svona leit þessi þreppíramídi út þegar að Abraham var beðinn að yfirgefa Úr í Kaldeu, hann átti heima þarna, og Nabonidus sem er næst síðasti konungur Babylónar, hann biður guðinn Nönnu, tunglguðinn í Úr í Kaldeu, að blessa son sinn Belsassar og varðveita hann alla framtíð.
Þannig að tilbeiðslan á okkur sjálfum, hún alltaf til staðar því miður og við einhvern veginn lærum aldrei lektíuna nógu vel. En þið hafið séð þessa mynd áður, veit ég, sum ykkar, og við gleymum því oft að það Guð sem gaf okkur réttinn til að velja. Hann þvingar engan til þjónustu við sig og mun aldrei gera það. Af þeirri einföldu ástæðu að hann kærleikur. Kærleikurinn þolir ekki þvingaða þjónustu. Hún þolir ekki að einhver drottni yfir einhverjum öðrum. Það andstætt eðli kærleikans að segja gerðu eins og ég segi. Guð, hann ekki þannig. Hann gaf sem sagt foreldrum okkar í upphafi frelsið til að velja. Og eins og við vitum að þá völdu þau óhlýðni, við getum notað það orð, við Guð og vildu fara sína eigin leið. Og Guð sagði við þau, ef þið gerið það, þá munið þið deyja leið og þið veljið rangt. Og þó svo að þau hafi ekki dáið líkamlega, þá dóu þau það sem við köllum andlega. Þau urðu vond við hvert annað og fóru að rífast og þetta rifrildi ennþá til þann dag í dag. Milli hjóna, milli stjórnmálaflokka, milli trúarbragða, milli þjóða og svo framvegis. Og það okkar stóra böl, okkar mannanna, að geta aldrei talast við til þess að finna leiðir til þess að vera sammála það sem betur reynist. En Guð sagði, ykkar valið. En við viljum samt ekki taka ábyrgð á þessu. Mér langar til þess að vitna hérna í góðan íslenskan guðfræðing sem heitir Sigurjón Árni Eyjólfsson. Hann segir hérna Babel-turnin. Hann segir að hann sé tákn fyrir hinn sístæða vanda sem felst í því að maðurinn virðir ekki mörk getu sinnar. Hann rís því upp gegn Guði og fellur á eigin bragði. Samt kennum við Guð að við fjallum, að við duttum, að ríkin liðu undir lok, en Sigurjón segir, við föllum á eigin bragði. Og það finnst mér mjög vel sagt. Á sínum tíma þá þekktu allir Guð. Þegar að Nói kom út úr örkinni. Hér höfum við bronshöfuð sem mjög sennilega af Nimrod. En hann stendur fyrir uppreisn gegn Guði skömmu eftir Nóaflóðið og sennilega einn af forsprekkum ásamt Assúr og fleirum varðandi byggingu turnsins. Og turnin átti að ná til himins. Ekki í bókstaflegri merkingu, heldur til þess að fjarlægja stjórn Guðs og setjast þannig í hásæti Guðs og drottna yfir lýðnum hér á jörðu. Og það sem segir þarna í Rómarbréfinu það að maðurinn fer að gauka og dyrka hið skapaða í staðinn fyrir skaparann. Og takt eftir því hvað Guð gerir þá. Hann lætur manninn að velja það sem hann kýs. En þegar maðurinn svo fer að uppskera afleiðingar valsins, þá verður hann reiður út í Guð, eins og það hafi eitthvað með Guð að gera.
það sem maðurinn hefur sjálfur valið. Og ég veit að ég hef nefnt áður, en ef þú átt alfræði orðabókina íslensku, 3 bindi, og flettir upp á orðinu súmer, þá getur þú lesið þar illskuna sem fór í gang þegar að maðurinn fór að drottna yfir öðrum mönnum og gera þá að þrælum og fara fram á tilbeiðslu á sjálfum sér. Það er ekki stór málsgrein þetta, en hún segir allt sem segja þarf þegar uppreisnin fer af stað hjá Nimrod og fleirum. Og Nebúkadnesar, sem við nefndum áðan, hann ætlaði nú aldeilis að búa til himnaríki á jörðu. Þetta er mjög sennilega mynd á honum, en þetta er ónyxsteinn sem er nú yfirleitt svartur, en hér er búið að skera sem sagt út höfuðið á Nebúkadnesar, af því talið er, og þetta var augasteinn í guðnum Marduk, sem var aðal guðinn sem að Nebúkadnesar tilbað. En Nebúkadnesar, hann sinnti ekki alþýðinni frekar en aðrir höfðingjar og fór fram á eiginlega tilbeiðslu á sjálfum sér. Því hann lét reisa styttu úr gulli og takta eftir stærðin á styttunni. Hún er 60 álnir á hæð og 6 álnir á breidd, og hljóðfærin sem notuð eru aðalega eru 6. Og hér er verið að vísa í töluna 6 af því að á 6 dögum skapaði Guð himinn og jörð, en 7. daginn hvíldist Guð. Það er að segja, áherslan er lögð á hið skapaða en ekki skaparann. Og þetta konungsdæmi stóð sem sagt fyrir tilbeiðslu á hinu skapaða og vék skaparann til hliðar. Og strákarnir 3, Sadrak, Mesak og Abednego, þeir standa þarna, einir sem ekki falla fram og tilbiðja líkneskið. Og Nebúkadnesar hótaði þeim lífláti. Býtu nú við, höfum við nokkuð tímann heyrt það áður? Já, það er eitthvað til sem heitir helförin, og Dómitian sagði við Jóhannes, ef þú tilbiður ekki mig sem Kyrios, það er að segja Deus, Guð, að þá læt ég fara með þig í sem sagt, fangelsi, og þar myndu þurfa að dúsa og þræla þar til yfir líkur. Þetta er viðhorf, hugsið ykkur, mannsins til annarra manna sem ekki vilja lúta þeirra drottins valdi. Þetta er alveg hræðileg tilhugsun í raun og veru. En nú erum við á Patmos og þar klingja kristnar bjöllur og segja okkur að það sé til önnur framtíð heldur en svo sem að við mennirnir búum til. Hér er lítið bænahús á Patmos. Það er svona dálítið skemmtileg tilfinning að standa andspænis svona bænahúsi, því að það er hvítt sem minnir á hreinleika og fegurð og látleysi, og manni finnst eiginlega maður vera svona nær himninum þegar maður kemur að svona bænahúsi. Allavega er það fyrir mig yndisleg tilfinning. En þarna er Jóhannes og hann er yngstur postulana og postulinn sem að Jesú elskaði er sagt. Ekki þannig að skilja að hann hafi ekki elskað hina líka, en tengslin við Jóhannes voru miklu dýpri og nánari heldur en við hina apostolana, af þeirri einföldu ástæðu að Jóhannes var móttækilegri fyrir kærleika Jesú Krists.
Og þessi þrumusonur, eins og hann er nefndur í Guðspjallinu, hann verður að kærleikspostulanum. Það er algjör umbreyting sem á sér stað í persónuleika Jóhannesar þegar hann kynnist Jesú. Og hann er staddur þarna inni þegar að allt í einu kemur til hans engill sem færir honum himneskan boðskap. Og þetta litla vers segir okkur í raun og veru ekki bara hvernig Opinberunarbókin var til, heldur hvernig öll Biblían var til. Opinberunarbókin er í raun og veru ekki opinberun Jóhannesar eins og hún er kölluð, heldur eins og segir hérna í versinu, hún er opinberun Jesú Krist sem Guð Faðir gaf honum og síðan er það að engill kemur með boðskapinn til Jóhannesar með þjóni sínum. Þannig að röðin er þessi að það er Guð Faðir sem að opinbera fyrir syni sínum Jesú Kristi hvað verða mun í framtíðinni og Jesús sendir þá engil sinn til þess að opinbera það fyrir Jóhannesi eða öðrum skrifurum, getum við sagt, Biblíunnar. Því að þó að Jóhannes skrifi þetta, að þá er hann ekki upphafsmaður þess sem skrifaði þess. Heldur er þetta allt fengið frá Guði Föður og Jóhannes samkvæmt Pétri, postula, nýtur þess að heilagur andi leiðbeini honum þegar hann skrifar. En þeir sem að kunna grísku og hafa lesið Opinberunarbókina og annað sem Jóhannes hefur skrifað, þeir segja að ritstíll Jóhannesar endurspegli ritstíll Jesaja. Og Jóhannes hefur þá mjög sennilega lesið Jesaja mjög vel, því að hann endurspeglar ritstíl Jesaja, svona hliðarspor til gamans, vona ég. Og hér segir Jóhannes berum orðum akkur hann sé þarna. Hann segir að það er þrenging, það eru ofsóknartímar í gangi. Og það sem er svolítið athyglisvert við það er það að Guð er ekkert að hlífa hvorki Páli postula, né Pétri postula, né Jóhannesi postula, heldur bitnar þessi ofsókn á öllum innan kristinna kirkju. Guð er ekkert að velja út þá sem að lenda ekki í þrengingu og velja einhverja aðra sem lenda í þrengingu. Það gengur jafnt yfir alla því að Guð fer ekki í manngreinar álit. En það hlýtur að hafa verið mikil uppörvun fyrir hinn almenna safnaðarmeðlim að sjá hvernig Páll gaf líf sitt og Pétur sitt líf og það var líka reynt að taka Jóhanns að lífi með því að henda honum í sjóðandi olíuker en Guð leyfði honum að lifa það af en hann er engu að síður fangi á inni og þekkir þrenginguna af eigin raun og það er uppörvun auðvitað fyrir alla aðra kristna sem að lenda í erfiðleikum. Og ástæðan er þessi, hann boðaði Guðs orð og vitnisburð Jesú Krists. Þetta hefur heimurinn aldrei þolað. Kona mín Ásta sem er því miður lasin, hún var að hlusta á þátt áðan í útvarpinu. Það var verið að athuga hvaða væri sem að fólk las á fyrirhluta síðustu aldar og það kom í ljós að þegar áttu
Henderson biblíuna frá 1813 og svo Vídalínspostulina og Passíusálmana og aðrar guðsorðabækur. Þetta var það sem fólki las. Og við getum spurt okkur að því í dag, er það einhver sem að kíkir í þessar bækur? Ég held að sé ekki mikið um það, því miður. En mér langar aðeins að bara stuttlega að koma inn á að Jóhannes er hrifinn af heilögum anda á hinum drottinlega degi. Það stendur ekki eins og þýtt er á drottins degi. Drottins dagur í Biblíunni á þessum tíma er endurkomu dagur Jesú Krists og dómsdagur. En hinn drottinlegi dagur merkir að þetta sé dagur sem tilheyri Jesú Kristi. Og Jesús segir sjálfur, ég er herra hvíldagsins og þess vegna er hann drottinlegur dagur af því hann tilheyri Jesú. Ég leiði mér að skjóta inn hérna grískunni með. Hérna sérðu orðið drottinlegur, Kyriake Hemera. Og hann er í heilögum anda, pneumati, á þessum degi. Og hann hefur örugglega verið að hugleiða ritninguna og fara með bænirnar sínar þegar að engillinn allt í einu birtist honum og segir hann sé með góðar fréttir frá himni. Í fyrsta kaflanum þá fær Jóhannes að sjá endurkomu Jesú Krists og hann greinir frá þessu í 7. versi að Jesús mun koma í skýjum og það er orð sem er mjög misskilið, ský. Orðið ský í Gamla testamentinu, til dæmis í Jesaja 14, það eru englar. Og þegar Jesús kemur í skýjum himinsins, þá kemur hann með englum sínum eins og málverki sýnir. Hann er ekki á einhverjum skýhnoðra eins og stundum er haft til gamans. En hann kemur með englum sínum og hvert auga mun sjá hann þegar hann kemur. Og því miður þá er það sumir sem mun að kveina undan því að hann sé kominn vegna þess að þeir allt í einu skilja það að það sem sagt hefur verið í Biblíunni það sé satt en það er of seint að taka við því. Og hér er sagt við Jóhannes að hann eigi að rita það sem þú hefur séð, bæði það sem að er og það sem verða mun eftir þetta. Þannig að spádómsorð bókarinnar er saga þessa mannkins sögð fyrirfram. Og Jóhannes hann skrifar sem sagt 2000 ára sögu þessa heims áður en að hún gerist. Og það var auðvitað einhvern tíma gaman að fara yfir þetta og sjá hvernig þetta rætist alveg lið fyrir lið. Og frá 12. kafla til 19. kafli í Åpenbókinni þá er Jóhannes að skrifa okkar eigin tíma, hvorki meira né minna. Hann eyðir þarna mörgum köflum í okkar tíma og tiltölulega fáum köflum í tíman fyrir okkar tíma. En það er önnur saga. Hér er sem sagt engillinn mættur og Jóhannes er hugsi. Og til þess að fara inn í 21. kaflan og hoppa yfir alla á undan, þá fer engillinn með hann í sýn upp á hátt fjall. Þar fær hann að sjá borgina helgu, hina nýju Jerúsalem. Og ég er alveg viss að Jóhannes hefur orðið mjög undrandi þegar hann sér borgina. Það er eins og borgin hvíli á láglendi, því að Jóhannes sjálfur er upp á háu fjalli
og sér bókstaflega talað yfir alla borgina. Ég efast ekki að það sé erfitt fyrir listamann að gera sér í hugarlund hvernig hinn nýja Jerúsalem lítur út. Ég valdi þessa mynd af því að hún segir allt sem segja þarf að vissu leyti. Þetta ólýsanleg borg og hún undursamlega fögur og allt hennar táknmál, hvort sem það borgin sjálf eða strætin eða hliðin eða undirstöðurnar, tala bara einni tungu að Guð sé kærleikur. Og að þeir sem að koma til þessara borgar, þeir eiga örugga framtíð alla eilífð. Og þó svo að þessi borg sé á himnum eins og þá mun hún samkvæmt bókinni koma niður á jörðina og verða að höfuðborg þessa heims ótaldar aldir. En hér höfum við textan: ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Mundi eftir því að Jóhannes fangi á Patmos þegar hann fær að sjá þetta, og hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Orðið haf í táknrænni merkingu í Biblíunni merkir þjóðir, heiðnar þjóðir, og þær ekki lengur til. Ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna. Það að segja, Guð sjálfur meðal mannanna. Og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Þetta í raun og veru framtíð sem og góð til að trúa því að þetta sé satt. En ég efast samt ekki að hvert einasta orð sem hér skráð rétt og satt. Svona verður þetta, hvort sem ég verð þarna eða ekki. Það breytir engu. Og það sem svo undursamlegt það að þessi vitund hina nýju Jerúsalem og nýja jörð og nýjan himinn, hún virðist hafa verið opinberuð manninum frá örófi alda. Hér sagt Abraham sem settist að í landi vonarinnar, og hugsaðu ykkur, það eina sem Abraham eignast í þessu landi sem Guð hafi lofað honum, það var gröf fyrir sjálfan sig og kona sína. Annars átti hann ekki svo mikið sem þúfu af fyrirheitna landinu. En það skipti hann engu máli, því að hann var sannfærður það kemur nýr himinn, það kemur nýr jörð, borgin helga kemur niður á jörðina, og hann segir: Guð smiður. Guð smiður þessara borgar. Og þó að ég hverfi ofan í gröfina sem ég búin að kaupa, þá ætla ég að halda fast við þessa von að ég muni aftur rísa upp
og þá tekur eilíðin við og heimkynni mín, þau mun ekki lengur vera hér nema þegar Guð er búinn að skapa nýjan himinn og nýja jörð. Og Páll segir í Galatabréfi að hinn jarðneska Jerúsalem, og þetta er auðvitað djarflega mælt af Páli, því að eyðing Jerúsalem hefur ekki á sér stað, en hann segir engu að síður að hinn jarðneska Jerúsalem, hún er í ánauð. Það er að segja, hún er undir valdi hins illa og hún er ekki móðir vor. Borgin sem er móðir okkar, það er hinn himneska Jerúsalem. Og þó svo að hinn himneska Jerúsalem megi bera saman við óbyrju vegna þess að flestir þegnar hinnar himnesku Jerúsalem, þeir hvíla ennþá í gröfinni. En á einum degi mun koma nokks konar jóðsótt yfir, eða fæðingarhríðir yfir hinna nýju Jerúsalem, og milljónir munu rísa upp úr gröfum sínum og hverfa til hinnar nýju Jerúsalem sem er á himni, og hún er móðir okkar, segir Páll. Það er framtíðin sem við eigum í vændum. Og Páll segir í Hebreabréfinu: nú ætla ég að fara með ykkur upp á Síons fjall, til borgar Guðs, hinnar himnesku Jerúsalem, til 10.000 engla, til hátíðarsamkomu, til safnaða frumgetina, sem á himnum eru skráðir, til Guðs dómar allra og til anda réttlátra sem fullkomnir eru orðnir, og til Jesú, meðalgangara nýs sáttmála, og til blóðs Jesú Krists, sem að hreinsar og sem að Guð hlustar á þegar að blóð Jesú Krists biður fyrirgefningu syndana fyrir mína hönd. Þetta er undursamleg hugsun að vita til þess að Jesús er í hinni himnesku Jerúsalem. Þar flytur hann mitt mál til fyrirgefninga syndana, til þess að ég megi að lokum eiga heima þarna. Og Pétur segir, eftir fyrirheiti hans, Jesú Krist, væntum við nýs himins og nýrra jarðar, þar sem réttlæti býr. Allt rifrildi er á enda. Einn hjartsláttur slær í hverju einasta hjarta að Guð sé kærleikur og að kærleikurinn sé það eina sem eitthvað vit sé í. Annað er bara rugl. Og Davíð syngur í sínum undurfagra stutta en innihaldsríka 23. sálmi: af því að ég á fyrirgefningu Guðs og af því að fyrirgefningar bikar minn er barmafullur, þá mun gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína, og þegar þar að kemur, þá mun ég í húsi Drottins búa alla eilífð. Orðin langa ævi merkja alla eilífð. Þannig að þessi mikla von, hún er til hjá Abraham, hún er til hjá Davíð og hún er líka til hjá Jesaja. Og þess vegna fá þessi vers alveg nýja merkingu að ég held. Jesús segir skömmu fyrir dauða sinn: strákar, verið óhræddir, treystið Guði og treystið mér. Í húsi föður míns eru margar fyrsta verur. Það er nóg pláss í hinni himnesku Jerúsalem fyrir alla.
Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og teku þið til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Ég veit ekki á hverju guli liturinn féll út þarna á nokkrum stöðum, en textin er engu að síður sá sem ég las. Og hugsaðu ykkur að kveðja lærisveinana með þessum undursamlega fögru orðum. Treysti Guði, Föður, og treysti mér. Ég fer að vísu í burtu í smá tíma, en ég kem aftur þegar ég er búin að undirbúa vistaveru fyrir ykkur alla eilífð, og þá sæki ég ykkur og fer með ykkur heim. Þvílíkur boðskapur. Og hér er Jesaja að lýsa nýju jörðinni. Og hann er að lýsa hérna Jesú Kristi og hvernig hann mun koma réttlætinu á framfæri. Yfir honum, Jesú, mun hvíla heilagur andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og virðingar fyrir drottni. Unun hans mun vera að bera virðingu fyrir drottni. Hann mun ekki dæma eftir því sem að kjaftasagan segir, né jafnvel eftir því sem augu hans sjá, og ekki skera á málum eftir því sem eyru hans heyra, heldur mun hann hlusta á þann sem að þarf á áheyrn að halda. Með réttvísi mun hann dæma hina fátæku og skera með réttlæti úr málum hina nauðstöddu í landinu. Hann mun ljósta ofbeldismanninn með sprota munnsins og deyða hinn óguðlega með andavara sinna. Réttlætið mun vera belt lendar hans og trúfesti beltar mjaðmir hans. Við komum að því örlítið seinna. En sjáu þið friðinn sem komin er alla hina nýju jörð. Úlfurinn mun búa hjá lambinu og pardustýrir hjá kýrlingnum. Kálfar, ungljón og alifé ganga saman og smásveit mun gæta þeirra. Kýr og birna munu vera á beit saman og kálfar og húnar liggja hvori hjá öðrum. Og ljónið mun hey eta sem naut. Smábarnið, brjóstmylkingurinn sem er enn á brjósti, mun leika sér við hóludyr nöðrunar og barnið nývanið af brjósti stinga hendi sinni inn í bæli hornormsins. En það er ákveðin slöngutegund sem er kölluð þetta, af því það er eins og sé 2 horn sem koma upp af hausnum á slöngunni. En sjáu þið vinir, friðinn sem ríkir allstaðar, af því að kærleikurinn hefur tekið öll völd í sína hendur. Öll áreitni og að dauðinn er horfinn og meira að segja villidýrin er orðin, má ég segja það, grænmetishættur. Já, textin sagði, réttlæti mun vera beltið lendar hans og trúfesti beltið mjaðmir hans. Þessi 2 orð eru mjög oft notuð í Gamla testamentinu, sérstaklega í sálmunum, og þau vísa alltaf til sama hlutarins. Réttlætið er það réttlæti sem verður til vegna fyrirgefningar syndanna. Þegar saklaus tekur á sig sekt hins seka og gerir hins seka saklausan.
þannig að hann verður réttlátur. Þetta er belti sem að Jesús hefur sig miðja og það er úr skýra gulli og gulli táknar alltaf kærleika. Og trúfestin, hún er lífið sem að Jesús lifði. Hann var hlýðinn og trúfastur allt sitt líf. Hann gerði aldrei neitt sem rangt var. Og þessi trúfesti er þér tilreiknuð. Þannig að þegar Guð horfir á þig, þá sér hann ekki ófullkomleikan í fari þínu. Hann sér þig íklæddan fullkomleika sonar síns og tilreiknar þér þennan fullkomleika. Þannig að þegar við eigum fyrirgefninguna annars vegar og hlýðni Jesú hins vegar, þá erum við fullkomin í augum Guðs þó við séum ennþá ófullkomin. Getur þetta verið satt? Já, vinir. Þetta er heilagur sannleiki og þetta er eini farmiðin sem til til himins. Fyrirgefning Jesú Krists og hans réttláta líf sem okkur er tilreiknað. Og hér stendur Jesús í hvítum klæðum æðstaprestins, blísinn 7 táknar söfnuðina 7 sem verða til frá komu Jesú Krists og þar til hann kemur aftur. Og hann er klæddur hvítum kyrtli æðstaprestins og með gullbelti sig miðjan. Og hann segir við Jóhannes á Patmos: þó ég hafi ekki verið með þér í mörg ár, Jóhannes, þá tilheyrir þú mér ennþá. Ég hef ekki gleymt þér, né yfirgefið þig. Ég er hjá þér og ég er með þér. Og svo segir þarna í loka versinu, því miður ég veit ekki hvað þessi mynd er tekin, það stóð ekki. En textin þarna í Jesaja 11 segir: hvergi á mínu heilaga fjalli, það er að segja hvergi í mínu heilaga landi munu menn illt fremja eða skaða gjöra, því að jörðin er full af þekkingu á drottni, eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Mennirnir eru hættir að rífast. Þeir hafa tekið við kærleikanum og leyft honum að umbreyta sér til myndar Guðs. Og þess vegna munu menn hvorki illt fremja né skaða gjöra hver á öðrum. Hið fyrra er farið. Það er algjörlega horfið. Og enn heldur Jesaja áfram og segir: sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagni ævinlega yfir því sem ég skapa, því sjá, ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkinu í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu, og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi skal þar framar vera nokkurt ung barn er aðeins lifi fáa daga, né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Því að sá er þar ungur maður sem deyr týraður, og sá sem ekki nær týraðis aldrei skal álítast einskis verður. Hér er tvöfaldur spádómur í gangi. Í fyrsta lagi er þetta bein orð til Ísraels manna á tíma Jesaja. Þetta skal ég gera fyrir ykkur, svo að þið verði ekki herleidd til Babýlonar. En svo lyftir spámaðurinn sér í huganum alla leið til hinna nýju Jerúsalem og til nýs himins og nýrra jarðar. Þannig að hér er eiginlega tvöfaldur spádómur á ferðinni. Sá tími mun koma að þeir munu reisa hús og búa í þeim, því að Babýloníumenn munu ekki koma og herleiða og gera hús ykkar að engu,
og hirða vingarða ykkar og eta ávexti þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir búa í, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólks míns mun verða sem aldur trjánna og mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handaverka sinna. Og svo segir hérna í 25. versi, úlfur og lamb munu vera á beit saman og ljónið mun hey eta sem naut og moldin skal áfram vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir Drottinn. Þannig að framtíðin er ofboðslega björt. Þó að ævi okkar geti verið misjöfn hér á jörðinni, þá er þetta vonin sem við öll eigum. Það er erfitt að teikna hina nýju Jerúsalem, því að hún er ferhyrningur. Hæð, breidd og lengd eru jöfn. Og ferhyrningur merkir á þessum gömlu dögum, alveg frá tíma Abrahams og fram til tíma Jóhannesar, merkir eitthvað sem er fullkomið. Eitthvað sem að er óumbreytanlegt. Og það er talað um að stræti borgarinnar séu gulli lögð. Og ég held að myndin sem að Guð er að bregða upp sé tákgræn, en hann notar það sem fegurst er, sem við mennirnir þekkjum hér á jörðu, eins og gull og silfur og gimsteina og perlur, til þess að lýsa, eigum að segja, hugarfari fólksins sem býr í borginni. Strætin eru úr gulli, þar að segja, þau eru hlaðin kærleika. Þar kemur enginn úr skúmaskoti til þess að hrella þig. Það er enginn sem ræðst á þig til þess að ræna þig. Það er enginn sem ræðst á þig til þess að nauðga þér. Og svo framvegis, sem við þekkjum svo vel úr mannlegu lífi. Hér getur við gengið óáreittur öll stræti borgarinnar, hvort sem það er dagur eða nótt, það skiptir engu máli. Þú ert óhulltur. Þú ert umvafinn fólki sem elskar, þú ert umvafinn Guði sem elskar og þú ert umvafinn Jesú Kristi sem elskar. Þannig að engin hætta er á ferðum. Borgarhliðunum sem eru úr perlum, þeim er aldrei lokað. Þau eru opin allan sólarhringinn. Af því að þú átt aldrei von á neinum óvinni sem skyndilega kemur til þess að færa þig í burtu og fara illa með börnin þín. Og myndin er þess vegna ægifögur af þessari framtíð sem að kristnir menn og konur eiga í vændum. Og Guð notar það fegursta sem við þekkjum hér á jörðu til þess að lýsa þeim kærleika sem mun ríkja í hinni nýju Jerúsalem og á hinni nýju jörð. Hér sérðu svona hugsanlegt stærðarhlutfall milli Jerúsalem, hinna nýju, og jarðarinnar. Þetta er eitthvað sem að mannshugurinn, allavega minn litli vöffluheili, ræður ekki við. Ég skil ekki hvernig þetta hangir saman, en ég tek Guð á orðinu og svo býð ég þess að ég fá bara að sjá þetta þegar það kemur. En hér er hin nýja Jerúsalem að koma niður til jarðarinnar sem ferhyrningur og verður höfuðstaður jarðarinnar, og ég hef grunum að hlutverk borgarinnar sé miklu stærra heldur en bara það að vera höfuðból þessara jarðar.
Því að Guð Faðir er þarna og Jesús Kristur er þarna og 20.000 engla, segir Hebreabréfið. Nú einhver hefur gerst svo djarfur að álykta að þetta gæti verið stærð borgarinnar, þessi fyrirningur sem þú sér hérna. Ef þú svona tekur málið sem að notað er í Óperubókinni og leggur það svona niður á jörðina, þá gæti þetta verið sem sagt flötur borgarinnar og þú sér hvað hann er gríðarlega stór, en það sem að vekur undrum hans er að hæðin skuli vera jafn og hliðarnar. En af hverju ætti ég, dauðlegur maður, að setja Guði mörk? Guð er Guð og ég er bara lítið peð hérna á jörðinni og ég sætti mig mjög vel við það. En þá ætlum við að hverfa andartak inn í hina nýju Jerúsalem, því að hún heitir líka hið allra helgasta. Og þar er Kristur til varnar okkur mönnunum og hann er æðsti presturinn og hérna á þessum brjóstskildi eru 12 steinar og okkur er sagt hvaða steinar þetta séu. Þeir eru óbúslega fallegir. Hérna sérðu þá og maður verður svolítið undrandi þegar maður sér þessa steina. En það sem kannski vekur ennþá meiri undrun er það að þitt nafn er skráð á einn af þessum steinum. Upprunalega þá voru nöfn hérna bræðranna 12 sem að Jakob átti skráðir á þessa steina. Og Åpenbarabókin segir okkur að postularnir séu skráðir á þessa steina, sem segir okkur að þú ert líka skráð á einn af þessum steinum. Og steinninn þinn segir þér hversu dýrmæt þú ert, eða já, í augum Guðs. Þú ert ekki neinn venjulegur steinn í augum Guðs. Þú ert gimsteinn sem Jesús borgaði fyrir með lífi sínu, hvorki meira né minna. Svo verðmætur eða verðmæt ert þú í augum Guðs. Þú ert ekki einhver og einhver steinvala í einhverju fjöru. Þú ert gimsteinn af því að þú ert skapaður eða sköpuð í Guðs mynd. Ég tók þetta svona með til gamans af því að allir steinarnir hérna sem tengjast mánuðum í svona okkar á milli, þeir eru notaðir bæði í Gamla og Nýja testamentinu fyrir bræðurna 12 og postulana 12, nema síðasti steinninn hérna, túrkis, hérna sérðu hann. En þú getur fundið þinn mánuð. Janúar er sem sagt garnett, það er trúmennska, og ametist er friðsemd, jaspis, hugrekki og vitt, demant og sakleysi, og ég veit ekki hvenær þú ert fædd eða fæddur, en hér getur þú fundið þinn stein svona eins og við hugsum þetta í dag, og svo getur þú bætt við á þessum steini stendur mitt nafn. Hér sérðu steinana í þeirri röð sem þeir koma í Gamla testamentinu. Gamla testamentið er þá sem sagt til vinstri fyrir þig og
Opinberunarbókin, undirstöðusteinar Jerúsalem eru til hægri. Og það er þarna rúbín og tópas og smaragður. Þetta eru ofboðslega fallegi steinar. Hérna hefur þennan granat og safírinn sem táknar trúmennsku, diamanturinn hreinleika, sakleysi, kærleika og hérna koma þeir áfram sirkon, agat, ametist, tópas, beril og krísolít. Og við skulum ekki vera að blanda þessu við hugsanlegan hégóma. Ég sé enga ástæðu til þess, því að Guð er að nota það fegusta sem að hugur okkar getur umfaðmað til þess að segja við þig persónulega: svo verðmætur ert þú í mínum augum. Þú ert ametist, þú ert beril, þú ert tópas, þú ert hinn dýrmætasti gimsteinn í mínum augum. Og hér höldum við áfram með krísolít, jaspis og ónix. Við sjáum að ónixin hérna er svartur og hann er yfirleitt svartur. Og það sem að Jesús vil segja við okkur, eitt af því síðasta segi Jesús sem ég gerði á hann í fóti himins, var að reisa Lasarus upp frá dauðum. Og Jesús beið með að heimsækja Mörtu og Maríu þangað til Lasarus var dáinn. Og hann beið þangað til Lasarus var búinn að vera 4 daga í gröfinni og það var komin af honum nálykt. Hann vildi segja eins skýrum orðum eins og hægt var að segja það: ég er lífið. Ég er lífið eilífa. Síðan kallar hann Lasarus fram úr gröfinni og Lasarus kemur vegna orða Jesú Krists. Og þetta er eiginlega eitt af þeim síðustu kraftaverkum sem að Jesús gerir. Og skilaboðin er þessi: ég get opnað þína gröf þegar ég kem aftur. Ég get kallað þig fram og farið með þig heim þar sem nægar vistarverur eru fyrir alla sem vilja. Og þetta er boðskapurinn hinna nýju Jerúsalem og hinna nýju jörð og hinn nýja himinn. Þessi mynd, hún hafði gríðarlega sterk áhrif á mig þegar ég sá hana. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann mun þerra hvert tár. Hvort sem þú ert barn, fullorðinn eða gamall. Kærleikin sem að berst okkur frá krossinum það að Guð elski okkur, hann er óumdeilanlegur. Og við vinir, við þurfum að hugga hvert annað með þessum eilífðar orðum frá Biblíunni. Og hér er það listamaður sem að leyfi sér að svona ímynda sér hvernig hinn nýja jörð verði. Og Jesús, hann sagði meðan hann var hérna á jörðinni: leyfið börnunum að koma til mín, því að þeirra er Guðs ríki. Og hann mun standa við það. Og ég held að það verði ótrúleg upplifun að fá að hitta hann og vera með honum. Ég tók svona fáeina myndir með bara til gamans
Ljónið mun láta lambið í friði og eta hey eins og nautið. Og hérna sérðu íslenskt lamb sem að endar ekki á diski hjá neinum en fær að lifa frjálst og hamingjusamt. Ég ekki að segja að matur sé ekki nauðsynlegur en bara þetta að taka líf. Og ég verð að játa það að ég var látin nota kindabyssuna í sveitinni og það fer ennþá hryllingur mig þegar ég hugsa til þess að hafa tekið lamb á lífi. Já, en svona lífið. Hvað gerum við án matar? Ekki neitt. En hér björninn og örninn að slást laxinn í ánni. En þeir þurfa ekkert að halda þeim bardaga áfram á nýju jörðinni. Það verður nóg annað að borða. Og svo þessi mynd hérna að lokum björninn sem mun láta kýrnar og kálfana og önnur dýr í friði. Og aftur, þetta myndin sem að Guð vill tjá okkur þegar hann talar perluhlíðin, gullstrætin, borgarhlíðin sem eru opin, gimsteinana sem eru undirstöður borgarinnar. Þetta til þess að segja við okkur mennina að allt það fegursta sem þú getur ímyndað þér hér á jörðinni, það verður að veruleika hinum megin. Og öll sköpun frá hinum smæsta atómi, eins og rithöfundurinn Ellen G. White segir, og til hins stærsta hnattar, mun að lokum lýsa því yfir að Guð sé í raun og veru kærleikur. Og þegar að þessi kærleikur fær að ríkja í hjörtum manna og dýra og fugla og alls annars sem Guð hefur skapað, þá verður til þessi ótrúlegi friður og öryggi, ekki bara stuttan tíma, heldur alla eilífð. Og það auðvitað bæn mín fyrir sjálfa mig og fjölskyldu mína og ykkur öll að við eigum eftir að njóta þess að hittast hinum megin þegar þar kemur. Ég þakka ykkur samfylgdina þessi 8 skipti. Mér finnst ótrúlegt hvað þið hafið komið oft og veitt okkur mikla ánægju með því að fá að deila þessum sannleika með ykkur. Að lokum vil ég bara segja að Guð blessi ykkur öll og farsæli líf ykkar ókomin ár. Takk fyrir.